Góða kvöldi, góðir áhorfendur og velkomin í beina útsendingu IA TV frá leik IA og Skallagríms hér á Vesturgötunni á Akranesi. Það er 25 mínútur í leik en við erum komnir í loftið og rétt að renna bara lítið yfir liðin. Skallagríms menn eru þannig skipaðir í dag að nummer 3 er Zach Carter, nummer 5 sumarliði Páll Sigurbergsson, nummer 6 Atli Steinar Ingarsson, nummer 7 Kristoffer Gíslason, 8 Davíð Guðmundsson, 10 Eyjólfur Ásberg Halldórsson, 12 Kristján Örn Ómarsson, 14 Hjalti Ásberg Þorleifsson, 17 Bjarni Guðmann Jónsson, 24 Gamla Brynni Darrell Fleik, 27 Guðbjartur Máni Gíslason og nummer 33 er Arnar Smári Bjarnason. Þjálfari Skallagríms er eftir sem áður Finnur Jónsson. En lið Skagamann er þannig skipað að nummer 0 er Stefán Kaprasíus Garðarsson, Jón Frímans er nummer 2, nummer 4 er Axel Fannar Elvarsson, nummer 7 Björn Steinar Brynjólfsson, 8 Áskell Jónsson, 10 Derek Sjárs, Jónar Kristjánsson er nummer 14 og nummer 15 er Fannar Freyr Helgason, nummer 17 Sigurður Rúnar Sigursson, 20 Ármann Örn Vilbergsson, 21 Jóhannes Valur Hafsteinsson og nummer 33 er Pálmi Snær Hlindsson. Þjálfari Skagamanna er Jón Þór Þórðarsson. Nú, Skagamenn eru að spila sinn fimmta leik í deildinni en síðustu leikir hafa tapast allir naumlega. 7. október töpuðu Skagamenn fyrir Fjölni með 9 stigum í Gráeinum. Rétt mistu leikinn á móti Hamri úr höndunum á sér hér á Vesturgötunni 2 dögum síðar. Leikurinn á móti Hetti, hann tapaðist einnig hérna á loka mínútum og sömuleiðis leikurinn á móti Gnúpverjum. En það er síðasti leikur Skagamanna var fyrsti sigur Gnúpverja í fyrstu deildinni í körfubolta í sögu félagsins. Allir hafa þessi leikir verið jafnir og spennandi en Skagamenn mist á sigrinum bara hreinlega á síðustu 4-5 mínútum leiksins. Skallagrímsmenn eru búin að spila 3 leiki í deildinni. Þeir byrjuðu veturinn á því að vinna FSU fyrir sunnan og lögðu svo Fjölni heima mjög sannfærandi og síðast unnu er góðan sigur á Hamri í Hveragerði. Og þeir hafa fullt hús, er að spila sinn 4. leik í deildinni núna og ef mig misminnir ekki þá eru þeir í öðru sæti og ég leit til góða á Breiðablik sem trónur á toppinum. Ef við förum aðeins yfir þá sem leiða lið Skagamanna í einum ýmsu tölfræði þáttum þá er Derek Sjárs stigahæstur með 21,7 stig. Ármann Örn Vilbergsson, hann gefur honum lítið eftir með 21 stig slétt og Fannar Freyr Helgason kemur þar á eftir með 13 stig. Derek Sjárs er sömuleiðis frákastahæsti leikmaður Skagamanna með 10,3 í leik. Jón Orri næstur með 8,7, Fannar Freyr með 8 og Björn Steinar með 7. Derek er stóðsendingahæstur einnig 4 stóðsendingar og Björn Steinar Brynjólfsson 2,3. Liðin er að hita hér upp og við vonustu þetta bara eftir að fá spennandi leik og góða mætingu í íþróttahúsi á Vesturgötu. Fyrir ykkur sem að komist alls ekki á völlinn þá að sjálfsögðu ekki slökkva á útsendingunni. Við förum í lofti hérna aftur skömmu fyrir leik. Það er tip-off, korter yfir 7 og það eru rúmar 20 mínútur í það. Þangað til, verið sæl.
Góða kvöldi, áhorfendur góðir á viðureign IA og Skallaginum í fyrstu deild karla í körfuknattleik. Við erum að sýna hér beint frá Vesturgötunni IA TV. Það eru 6 mínútur í leik og liðin það bil að klára upphitun. Ef við styttist í að liðin verði kynnt til leik sem við leyfum bara myndunum aðeins að lifa. Gott kvöld, góðir gestir og verið velkomin í bíl. Atli Steinar Ingason, nummer 7 Kristoffer Gíslason, nummer 8 Davíð Guðmundsson, nummer 10 Eyjólfur Ásberg Halldórsson, nummer 12 Kristján Ómarsson, nummer 14 Hjalti Þorleifsson, nummer 17 Bjarni Guðmann Jónsson, nummer 24 Davíð Freyr, nummer 27 Guðbjartur Máni Gíslason og nummer 33 Arnar Smári Bjarnason. Þjálfari Skallagrins Finnur Jónsson og hún til aðstoðar Davíð Freyr. Hávarna við skafana, nummer 0, Stefán Kaprasius, nummer 2, Jón Frímannsson, nummer 4, Axel Þorvar Ellarsson, nummer 7, Björn Steinar Brynjólfsson, nummer 8, Ásgeir Jónsson, nummer 10, Derek Sjáls, nummer 14, Jón Orri Kristjánsson, nummer 15, Fannar Helgason, nummer 17, Sigurður Rúnar Sigurðsson, nummer 20, Arnar Vilbergsson, nummer 21, Jóhannes Magnar Hafsteinsson og nummer 33, Pálmi Snær Lilsson. Þjálfari Skagamenn Jón Þór Þórðarson og honum til aðstoðar Stefán Jóhann Hreinsson. Eins og við vitum, kæru Skagamenn, og þá köllum við þetta hús bílflugabúið því að við erum gulir og svartir og gulir. Við langar að prófa eitt með ykkur. Þegar ég segi svartir og gulir, þá segir þið, þegar ég segi gulir og svartir, þá kallir þið svartir og gulir. Er þið til í þetta? Gulir og svartir! Herra, gulir og svartir! Einu sinni, gulir og svartir! Góða skemmtinn, gott fólk og áfram Skagamenn! Áður en leikurinn hefst rétt að fara stuttlega yfir stöðuliðan í deildinni. Skallagrimur með 6 stig, öðru sæti hefur leikið 3 leiki og með fullt hús stiga. Breiðablik trónir á toppnum með 8 stig eftir 4 leiki. Skallarnir hafa átt bara farið prýðilega vel af stað. Unnu Fjölni mjög sannfærandi og svo góðan sigur, útisigur á móti Hamri í síðustu umferð. Skagamenn hafa ekki farið jafnvel af stað. Þeir eru enn án stiga í deildinni eftir fyrstu 3 leiki sína. Allir hafa þeir tapast svona í rauninni á loka sprettinum. Verið jafnir og spennandi bara þangað til bara í loka bara síðustu 5 mínútunum. Svo var raunin gegn Fjölni í fyrsta leik og svo aftur hér heima gegn Hamri og einnig á móti Gnúpverjum útivelli í síðustu umferð. Þar kræktu Gnúpverjar í sinn fyrsta sigur í fyrstu deildinni í körfuknattleik í sögu félagsins. Ekki dónalegt það en við hér á Skaganum hefum gjarnan viljað að vera á móti öðru liði heldur en okkur. En það er alvöru leikur framundan. Nágrannar
Skallagrímur og Ía og Skallagrímur og Akranes Borgarnes. Þetta eru tvö lið sem að hafa marga hildina háð í gegnum tíðina og einkum og sérilegi þá í seinni tíð í fyrstu deildinni, hafa oft mæst í umspili að komast upp í úrvalsdeild. Og þar hafa Skallagrímsmenn síðustu ár verið sterkari. Nú aðeins mínúti leik og þetta er allt saman að fara að rúlla af stað. Sjáum hér liðin gangin á völlin. Skagamenn byrjar þannig að það er Derek Sjálfs nr. 10, Fannar Freyr nr. 15, Jón Orri nr. 14, Björn Steinar nr. 7 og Ármann Vilbergsson nr. 20. Borgnesingar byrja hér inn á Darrell Fleik nr. 24, Eyjólfur Ásberg Halldórsson nr. 10, Kristoffer Gíslason nr. 7, Zachary Allen Carter nr. 3 og nr. 12 Kristján Örn Ómarsson. Það var ekki eftir neina að bíða. Merki gefið og boltinn í lofti. Skagamenn vinna uppkastið. Björn Steinar beint upp í þrist en hittir ekki. Og Borgnesingar bruna hér upp í sókn. Eitthvað þarna samskiptaleysi en Zach Carter lyfti sér upp í skot, hittir ekki. Frákastið hafnar hjá Fannari. Hér kemur Derek Jón Orri. Þau leika hér sín í millum fyrir utan og Fannar finnur Derek. Fín hreyfing hjá Derek og fyrstu stig leiksins. Þau eru Skagamanna. Fleik, Eyjólfur og Villa. Eyjólfur ákaflega efnilegur leikmaður. Spilaði með Skallagrimi í fyrra og ákvað að vera með þeim áfram eftir þeir fjallu úr dóminusdeildinni. Hér fer Fleik upp og jafnar metinn fyrir Skallagrím. Fannar á blokkinni, bakkar á Fleik, en hittir ekki. Og Skallagrímsmenn brunni upp með boltan. Fleik lyftir sér upp og aftur setur hann niður tveggja stiga skot. Hann steig þarna á línuna. Jón Orri og Derek leika sín í millum. Fannar með boltan. Finnur hann og glæsileg karfa hjá Derek. Og vítaskot á auki. Derek er prýðileg vítasketta og hittir. Kemur Skagamenn miður. Hóta skotinu, Eyjólfur galopinn en hittir ekki. Barist við frákasti og að lokum þá og grípur Derek boltan.
Hér koma Skagamenn, alvöru skrín þarna hjá Jón Orra og Derek setur tvist. Flake lyftir sér upp og hann sjóðheitur hér í byrjun. Þar Flake 37 ára gamall, hókinn af reynslu, hefur spilað meðal annars með hér á landi með Þór Þorláksson og Tindastóli minni mig og tvisvar með Skallagrimi. Þetta er seinna úthaldið hjá Flake með sköllunum. Hér er Eyjólfur opinn, finnur Kristján og það dettur. Skoppaði þarna eins og hringnum en að lokum greip þyngdaraflið inn í og togaði boltan niður. Fannar finnur, ætlaði að finna þarna Jón Orra en þetta voru ekki alveg á sömu blaðsíðunni þarna félagarnir og boltinn út af. Nú finnur þjálfari Skallagrims risinn á fætur og kallar hér skilaboð til sinna mannin og öllin. Hann spilaði mitt með Flake í Borgarnesi þegar hann var ennþá að og þarna setja Skallagrimsmenn 3 stiga körfu. Derek finnur Fannar undir körfunni, hann hittir ekki en tekur frákastið sjálfur. Nærið þessu að miklu harðfylgi þarna Fannar en Óni vildi boltinn ekki en hann er á leiðin á vítalínuna. Tvö skot. Það gerir Fannar. Hann er á stuttur. Bara aðeins að stilla miðið. Seinna skotið frá Fannari, það fer honni. Sakk ætlaði að finna hérna samherja Kristófer en Derek náði að slá boltan út af. Hér keyrir Sakk inn í teginn og hann hittir. Skagamenn keyra hratt. Björn Steinar og Derek. Björn Steinar lyfti sér upp. Óheppinn að setja þetta ekki onni, það rúllaði hálfhring en þarna kastar Sakk boltanum frá sig af Skagamenn á honum og Björn Steinar skorar auðvelda körfu fyrir vikið. Kristófer í horninu, það er beint onni. Hann var galopinn. Keyrir Derek á Borgnesinga. Fannar fær boltan neðarlega á blokkinni út í horn á Ármann. Snöggur þristur en hann svo stuttur og þeir komu upp í hraðaðarplöf en Kristófer fær dæmdar á sér rauðning. Hann sendi þarna á Kristján sem var einn undir körfunni en í leiðinni hljópa hann Björn Steinar niður og rauðningur dæmdur. Og fyrsta leikhlé leiksins. Staðan er 16-12 fyrir Skallagrimi og ég ætla að taka mér örlítið hlé. Koma aftur bara leið og leikurinn byrjar.
Jæja, góðir áhorfendur, þá er leiklið og leikurinn að hefjast að nýju. Skagamenn hafa gert breytingu á sínu liði. Björn Steinar er farin út af en Áskell er komin inn á. Mér sýnist Skallagrímsliðið vera óbreytt. Jón Orri bakkar á sér töluvert minni mann en missi boltan út af. Hann stóða þetta bara vel af sér. Og Borgnesingar hér með boltan. Eyjólfur og Kristján opinn en hittir ekki. Áskell á Derrick og Derrick finnur Jón Orra aleinan undir körfunni. Jón Orri skoraði augljóslega, sjaldan verið en jafn einn á auðum sjó. Eyjólfur með fína hreyfingu. Ekki rosalega var þetta huggulegt hjá stráknum. Virkilega vel gert. Skagamenn, þetta sóknarvill á og Jón Orra fyrir að ýta á fyrir bakgrindingu. Ég sá þetta ekki almennilega en gefum okkur bara að dómararnir hafi náð þessu réttu. Borgnesingar leika sín í millum. Kristján, hann opinn en hittir ekki. Eyjólfur rís manna hæst og tekur frákastið. Og finnur hér í horninu leikmann númer 17 Bjarnar Guðmar Jónsson sem að hittir ekki. Hann er nýkominn inn á í lið Skallagríms. En Kristófer hér með skotið en hitti ekki. Já. Jón Orri sækir þarna á körfuna og nær í villu á Borgnesinga fyrir á vítalínuna. Og þá gera Skallagrímsmenn breytingu á sínu liði. Inn á er kominn leikmann númer 27 Guðbjörn Máni Gíslason. Fyrra víti hjá Jón Orra fer ekki niður. En seinna víti gera það. Minnka munin í 3 stig. Skallagrímsmenn leiðir. Eyjólfur boltan fyrir utan. Smá svona fína hreyfingar en Jón Orri sá við þessu og sendi fótinn út. Og gera Skagamenn breytingu. Siggi Rúnar að koma inn á fyrir Jón Orra. Borgnesingar láta bolta ganga. Kristófer lyftir sér upp og setur niður opið 3 stiga skot. Skagamenn upp í þrist tilbaka en Ármann hitti ekki og boltinn klifraði upp á spjaldið og bakvið. Beint upp í þristinn, hann sakk. Og þá koma Skagamenn í hraðaðplaup. Eyjólfur að blokka Áskell. Það gerði hann vel. En boltinn fór út á Skagamenn haldunum. Fannar bakkar hérna á. Þeir bakkar á 2 en þeir hirða bara á hann boltan. Þeir Bjarni og Eyjólfur keyrir hér á körfuna.
hitt ekki en af miklu harðfylgi tóku Borgnesingar frákasti og settu það niður. Sá ekki betur en að það hefur Bjarni sem reið þarna frákasti og hér til að góða vörn á Bjarni þarna á móti Áskeli og Eyjólfur kemur upp með boltan. Finnur Kristófer opinn fyrir utan en þetta skot á flatt og líklega aldrei á leiðinni niður. Nei, þá alveg lesið þarna. Áskell kastaði boltan með þvert yfir völlinn og Zach Carter þakkaði pent fyrir sig, stal honum og fór bara í sniðskott og kom Skallagrímur með 10 stigum yfir. Það gera Skagamenn núna. Fannar út í hornið á Ármann, hittir ekki en Skallagrímsmenn koma hér upp. Kristófer setur boltan niður. Þetta var snyrtilegt hraðaupphlaup hjá sköllunum. Áskell og Fannar hann ætlar að bakka á. Já, þetta var snyrtileg hreyfing þarna hjá Fannari. Eyjólfur opinn, hittir ekki en Kristófer nær frákastinu. Þarna þessi fína gaphreyfing hjá Kristófer og veiðir villu á Fannar sýnist mér. Skagamenn gera breytingu. Ármann og Fannar fara af velli og inn á í stað þeirra koma Jón Frímanns númer 2 og Jóhannes Valur Hafsteinsson númer 21. Það verður að þurrka gólfið en nú getur leikurinn hafist. Skallarnir taka innkast og fara bara beint upp í 3 stiga skot og 2 stiga skot hefur þetta verið og þeir eru komin 12 stigum yfir. Derek rís upp, óheppið þarna, þetta dytti ekki onni. Davíð Guðmundsson númer 8 er komin inn á í liði Skallagríms. Hér alveg í blálok fyrsta leikhluta. Eyjólfur leikur sem er bolta fyrir utan og það er skref á Mána. Fjórar sekúndur á klukkunni. Rúmlega. Derek upp í 3 stiga skot. Það er onni! Minka munin í 9 stig. Það loknum bara í nákvæmlega sama mund og klukkan gall. 29-20, Skallagrímur yfir. Kom aftur eftir örstutta stund.
Sælir aftur áhorfendur góðir, það verður hér smá tæknilegir örðuleikar í útsendingunni. Við vonum að það hafi tekist að ráða bót í máli á meðan bættu Skallagrímsmenn stigum á töfluna. Leiða nú með 11 stigum hér í upphafi annars leikluta. Skagamenn gera breytingu á sínu liði, inn og kemur leikmaður nr. 4, Axel Fannar Elvarsson. Og Skallagrímsmenn hafa sömuleiðis gert breytingar á sínu liði, Fleik er komin inn á aftur og Skagamenn leika hér sín á milli. Fín sending hjá Sak og ágætis tilraun en tókst ekki. Bjarni Guðmann skorar hinum megin eftir hraðaupphlaup Skallagríms. Munurinn 13 stig. Og hér stelur Sak boltanum og bætir 2 stigum á töfluna til viðbótar fyrir Skallagrím. Hann las þessa sendingu frá Derek auðveldlega og sömu þarna les Bjarni sendinguna frá Sigga. Jón Frí fær þarna dæmd á sig villu, brýtur á Bjarna Guðmann í hraðaupphlaupinu. Ekki börja sig. Skagamenn taka leikhlé áður en að Bjarni fær að taka þarna vítaskotið sitt einn og auðum sjó. Borgnesingar hafa verið mjög ákveðnir hérna í upphafi annars leikluta og virka bara mjög sprækir. Skagamenn reyna hvað geta haldið í við þá en þeir hafa svona aðeins eru svona að dragast aðeins aftur og það munar 15 stigum núna þegar réttæpar 3 mínútur eru liðnar í öðrum leikluta. Það er rétt að geta þess núna hverjir eru hér við þessa útsendingu. Örn Arnarsson stýrir myndavélinni og ég heiti Kristján Gauti og er Karlsson. Við erum að lýsa og sýna hérna frá þessum leik fyrir IA TV. Bjarni tekur vítið og hendir því onni. Seinna vítið ratar sömu leið. Við sendum út í samstarfi við Omnis og þökkum þeim kærlega fyrir að gera okkur þetta kleift. Þarna gerði Sak sem sekar smá klaufaskap, fær dæmt á sig aftur fyrir miðju, misti einbeitinguna þannig eitt augnablik og Skagamenn fá boltann. Sigurður með hann hérna upp á lyklinum. Hann keyrir bara körfuna og gerir þetta vel. Það var helviti snirtilegt hjá Sigga. Skallagrímsmenn leika hér fyrir utan. Bjarni aleinn en hittir ekki, það var eiginlega opinir. Frákasti dettur til hans. Hann þakkar pent fyrir sig, setur hann í spjaldið onni. Björn Steinar er kominn hér upp með boltan fyrir IA. Við leika sín í millum. Axel finnur Sigur fyrirgefiði en hann hittir ekki. Sak út á
og Arnar sem að hitti ekki úr galopnu skoti. Og hér fer Sigurður alla leið og sækir Villu og er á leiðin á vítalínuna. Nú þá eru breytingar hjá báðum liðum. Kristján kemur inn á Elías Skallagris og Bjarni Gumma fyrir út af. Skagamenn virðast alltaf að bíða með breytinguna. Vítið niður hjá Sigga. Og það síðara fer sömu leið. Siggi fyrir út af og Fannar kemur inn á. Nú fer Sakk út af hjá Skallagrimi og Eyjólfur Ásberg kemur inn á nýja legg. Fleik. Eyjólfur og Fleik lyftir sér upp. Það er bara beint onni. Sem ég held að Fleik sé ekki búinn að klúra skoti í leiknum í kvöld. Hér er Jón Orri með boltan. Björn Steinar sækir hér að og finnur Jón undir körfunni. 2 stig. Fínn samleikur þarna. Eyjólfur keyrir á vörnina. Skagamenn koma upp með boltan. Fleik vildi meina þarna ættu Skallagrims með boltan en hann Skaginn heldur honum. Fannar lyftir sér upp, setur hann í spjaldið honni. Bankinn Robin. Stilla hér upp í kerfi. Galopi 3 stiga skot fyrir Hjalta en hann hittir ekki. Hér er dæmt ólögleg hindrun á Fannar. Hann mótmælir þessu harðlega að vanda. Arnar verður út af í liði Skallagrins og Kristófer kemur aftur inn á. Skallagrins með að taka henda boltanum inn. Eyjólfur stjórnar leikliðsins. Finnur Kristján opinn út í körfunni sem að fara vítaskott, brotið á honum. Fyrra vítaskoti hjá Kristjáni fyrir honni. Og það setna sömu leið. Fimmtán stiga munur. Skallagrimur 45, ÍR 30. Kemur Axel upp með boltan. Það sækja harta á honum en hann leysir þetta prýðilega. Finnur Jón Orra sendingin ekki alveg nógu góð en Fannar niður á blokkinni. Fyrir þarna bakkar þarna á Mána og fær 2 vítaskott. Skallagrims með að gera breytingu. Bjarni kemur inn á fyrir Kristján. Fannar. Óheppinn þarna Fannar. Fyrsta vítaskoti skoppar á hringnum og fer síðan af.
Seinna svona í styttri kantinum en Vonni á meðan finnur Zach Carter Bjarna Guðmann undir körfunni og það er brotið á honum. Hér er einhver dómararnir eitthvað að ráðum sínum, þeir voru víst komnir í bónusinn, Borgnesingar. Bjarni stuttur á fyrra vítinu. Stillir hann sig af og síðar er hátt og beint ofan í. Skagamenn, Axel kemur í með boltan. Finnur Fannar niður í horninu, hann bakkar á Mána og fer í krókin en hittir ekki. Eyjólfur geysist upp öllum með boltan og Finnur Mána undir körfunni. Virkilega vel gert hjá Eyjólfi og Máni skorar auðvelda körfu. Hér brjóta Skallagrímsmenn af sér, voru hér mjög aðgangsharðir. Og þá eru breytingar á liði Skagamanna. Derek kemur hér inn á. Fannar er farin út á. Og var það Björn sem nei. Vítaskotið. Það fyrir Vonni. Hvað gerir Axel í seinna vítinu? Óheppinn þarna Axel skoppaði upp úr. Borgnesingar geysast upp völlinn. Máni finnur Bjarna og Bjarni bara lappar fram hjá Jón Orra. 2 stig. Ármann inn á Fannar sem finnur Derek og hann skorar 2 stig. 15 stiga munur. Saka fara og sækja 2 stig og vítaskot. Axel braut þarna á honum. Saka á vítalínunni. Öryggið upp Mála. Og hér koma Skagamenn. Hápressa frá Skallagrími. Derek á Björn. Þetta er dálítið svona að vantar hreyfingu í Skagamönnum en Ármann fær opið 3 stiga skot en hittir ekki. Hann hefur ekki hitt vel í, ekki skotið mjög vel í kvöld. Vel gert þetta, góð vörn. Hirða boltan af Bjarna. Derek, Axel og Skagamenn stilla hér upp í sókn. Jón Orri niðri, lætur Derek fá boltan. Hann ætlaði að lauma honum þarna á Ármann sem var einn í horninu en Borgnesingar ná að slæma hendi í hann og slá hann út á. Og gera Skagamenn breytingu. Fleik kemur inn á fyrir Mána. Þetta var mjög vond sending hjá Ármanni og Bjarni stelur boltanum. Kristófer sækir hér að körfunni. Fer bara alla leið að miklu harðfylgi. Smellir honum í spjaldið og fær vítaskot að auki. Það var vel gert hjá Kristófer. Munurinn orðinn 20 stig.
Skallagrímur með 55 og Skagamenn með 35. Kristófer á vítalínunni og hann hittir ekki. Skagamenn bruna hér upp í sókn. Sak lyftir sér bara upp og það fer in and out eins og þeir segja vestanhafs. Fleik í lofti, hittir ekki, það var mikið að hann klúraði skoti í leiknum. Skagamenn eiga boltan eftir að hann fer út af. Axel kemur hér með hann upp, fer fram hjá Sak. Borgnesingar vildi fá eitthvað þarna og Sak. Þarna fer Derrick alla leið að körfunni. Virtist aðeins lenda illa en vonandi er það allt í lagi. Nú Pálmi Hlinsson er kominn inn á í lið Skagamanna. Hér er hart barist boltan og endar með því að hann er bara út af. En hér liggur eftir Pálmi, virðist hafa hann lendi þarna í smá samstöðu. Það er stökkað eftir boltanum og virðist hafa aðeins fengið einhver högg en hann jafnar sig á þessu, harkar þetta af sér strákurinn. Stefán kemur inn á í staðin fyrir Pálma og meðan hann jafnar sig. Skallagrímur, Eyjólfur keyrir á körfuna og skorar að miklu harðfylgi í þar mynd sem skotklukkan rennur út. Þarna fín, vel gert þarna hjá Jón Ára, fær boltan og stekkur inn í mannin og setur hann í spjaldið og hann fær vítaskot að auki. Jón Ári, hvað gerir hann af vítalínunni? Ekkert nema net. Eyjólfur keyrir í átt að körfunni og með fína hreyfingu en Darrell Flakes hirðir sóknarfrákastið og skorar. Hinum megin rís Derrick upp, vildi nú fá eitthvað fyrir sinn snúð en dómararnir ekki á því. Flake ætlaði að finna Eyjólf þarna en fótur dæmdur á Skagamenn. Nú inn á í liði Skallagríms er komið leikmaður nr. 6, Atli Steinar Ingarsson. Hann fer hér í teardrop en hittir ekki. 40 sekundur á klukkunni og Skallagrímsmenn með boltan. Geima skotklukkuna, Eyjólfur lyftir sér upp fyrir utan. Kristófer rífur niður sóknarfrákastið. Flake gal opinn fyrir utan línuna en hittir ekki. Eyjólfur tekur sóknarfrákast, snýr að körfunni og skorar. Þarna gerast Borgnesingar brotlegir. Axel er á leiðin á vítalínuna. Það er húrrandi bónus. Skiptingar hér í liði Skallagríms. Atli og Bjarni Guðmann að fara út af. Máni og Saka kom inn á. Axel er á vítalínu og fyrra víti er beint ofan í. Seinna fer sömu leið. Skallagrímur
kemur yfir með boltan og þeir fá síðustu sókn fyrir hálfleiksins, 10 sekúndur eftir á klukkunni. Sakk keyrir inn að körfunni og lætur vaða en hittir ekki. Skagamenn slá boltan út af. Það er innan við sekúnda á klukkunni. Og Skallagrims með að taka leikhlé, finnur allar að tegna hér upp. Eitthvað fallegt innkastkerfi. Það er nú ekki mikinn tíma til að koma á skoti af en alveg nægan tíma til þess að búa til körfu. Og er að standa vörnina Skagamenn. Leikurinn að hefjast að nýju. Það verður ekkert nema þetta. Þetta er bara ein snerting. Þeir ætla að lyfta honum upp en það verður ekkert úr þessu. Þeir ætlaðu að kasta boltana þarna fyrir fram að hringinn og blakka hann á munni en það varði ekkert úr því. Bóknesingar leiða dálítið stórt í hálfleik. Þeir eru 19 stigum yfir. Hafa 61 á móti 42 stigum Skagamanna. Og hafa verið heilt yfir bara töluvert sterkari í leiknum og styrkt sig eftir því sem og sterkari eftir því sem líður á. Ég ætla að fara hér yfir tölfræðina með ykkur í hálfleik en það er eitthvað flögt á live statinu hérna frá KK. Ég fer yfir þetta frekar bara þegar að síðari hálfleikur rétt áður en hann byrjar. Ég ætla að taka mér örstutt hlé. Sjáumst aftur eftir smástund. Verið sæl.
Velkomin aftur að viðtækjanum, áhorfendur góðir. Þetta var nú bara nokkuð snarpur hálfleikur. Við erum komin aftur í beina útsendingu frá Vesturgötunni þar sem að Skallagrímur er í heimsókn hjá Skagamönnum í IA í fyrstu deild karla. Skallagrímur var 20 stigum yfir í hálfleik. 41 stig á IA en 61 á Skallagrím. Og hér í þann mynd sem seinni hálfleikurinn hefst er Jón Orri Kristjánsson á leiðin á vítalínuna fyrir Skagamenn. Liðið er að öðrum kosti þannig skipað að áðurnefndu Jón Orri nr. 14, Ármann er nr. 20, Sakk nr. 10, Björn Steinar nr. 7 og nr. 17 er Sigurður Rúnar Sigursson. Fyrra vítið hjá Jóni Orra, það fór beint onni og það seinna gerði það sömuleiðis. Lið Borgnesinga er þannig skipað að Sakk Karter er nr. 3, nr. 10 er Eyjólfur Ásberg Halldórsson, nr. 7 Kristófer Gíslason, Bjarni Guðmann Jónsson nr. 17 og Darrell Fleik nr. 24 og hann er hér með boltan. Sakk upp í 3 stiga skot fyrir utan en Derek Sjárs hirðir frákastið, finnur Björn Steinar aftur á Derek, sendir hér skilaboð til sinna manna. Jón Orri fær boltan, Derek keyrir á körfuna út í hornið á Björn Steinar, 3 stiga skoti hittir ekki og Eyjólfur kemur með boltan upp fyrir Skallagrím, kastar honum í fótinn á Sigurði Rúnari og þaðan út af. Hann hefði nú getað lyft sér upp í skot, hann sýndist hann alveg hafa pláss til þess en hann gerði það ekki. Bjarni fær boltan, Fleik, Kristófer, Sakk, finnur Eyjó fyrir utan, 3 stiga skot sem hittir ekki. Derek rífur niður frákastið, rífslattan herra en Kristófer Gíslason missir hana á fótinn á sér. Kristófer hana ágengur við Derek og gerist brotlegur. Ekki til þess að segja, við Skagamenn þykjum villuna með þökkum. Nú, hér fyrir Derek upp í erfitt 2 stiga skot, það er of stutt og Skallagrímsmenn brun upp í hraðarhlaup. Dómararnir horfa hér hvor á annan. Hvað er þetta með villu? Sýnist það? Ákvæmt sá ég ekki en Skallagrímsmenn þeir kasta boltanum inn á. Sakk Karter með boltan fyrir utan, Kristófer lyftir sér upp í 3 stiga skot, beint onni. Hér eigast við Jón Orri og Darrell Fleik. Fleik slær boltan út af. Skagamenn halda sókn sinni áfram. Hér er Sakk að stela boltanum, Bjarni að gefa á hann. En já, Karfa skal það vera. Já, hvað? Nei. Hann varði þetta bara, hann, Derek Sjárs, glæsilegt í honum. Bara hann spjaldi og af. Nei, hann gerði þann bara alls ekki, þeir eru lengi að taka við sér á töflunni. Og ég þess vegna sömuleiðis. En á meðan
Skorar Derek Sjárs 2 stig að miklu harðfylgi og fær vítaskot að auki. Vítið fer rakleiðis ofan í 66-46. Skallagrimur yfir. Láta boltan ganga hratt hér sín á millum. Skamen er komið í svæði. Sakk fyrir utan, finnur Fleik í horninu. Hann hittir ekki. Derek tekur frákasti. Keyrir hér inn í teiginn en Kristófer stóð bara og Skallagrimsmenn koma hér upp í sókn. Láta boltan ganga sín á millum. Eyjólfur gaf á Bjarnar sem að setja hann bara onni. Björn Steinar að henda boltanum beint á grænklæddan mann. Bjarni fyrir alla leið, skorar aðra auðvelda körfu. Bornesingar hafa byrjundi báða vængi hér snemma í síðari. En vel gert þarna hjá Derek, góð hreyfing og hann keyrir á körfuna og skorar. Bjarni er á blokkinni, Fleik. Þarna er Derek að verja glæsilega frá hann og Fleik vildi meina að hefði verið brotið á honum og hefur eftirlautlega eitthvað til síns máls. Sigurður Rúnar niður á blokkinni með fína snúning. Sækir þarna vítaskott. Það er prýðilega vel mætt á Vesturgötuna í kvöld og langaði mig að hrósa gestunum úr Borgarnesi fyrir að fjölmenna. Hér er Siggi Rúnar að fara á línuna. Hann hittir ekki úr fyrra vítaskotinu. En hvað gerir hann? Ekki síðara. Það fer onni. Kristófer upp í 3 stiga skot, hittir ekki. Með hutt Borgnesingar verður að reyna að keyra upp hraðan. Derek Áskell er kominn inn á fyrir Björn Steinar. Hann fer hér upp fyrir utan og smellir niður löngum þristi. Alltaf verið skitta góð hann Áskell. Hér leika sín í millum en ekkert verður úr þessu. Skagamenn koma hér upp með boltan. Derek á móti Mána og hann finnur Jón á raundi körfunni. Býsna laglegt. Kristófer galopinn fyrir utan, hittir ekki og Skagamenn eiga þennan bolta. Ía tekur leikhlé. Jón Þórðarsson fer yfir málin með sínum mönnum. Gerum okkur örstuð hlé á meðan leikhlénu stendur. Hálfleikurinn var svo fljótur að það var ekki einu svona að klára pizzasneiðina. Við bætum úr því núna.
Jæja, leikurinn hafinn að nýju. Skagamenn koma hér upp með boltan. Áskell fyrir utan en missir hann frá sér. En nær að bjarga þessu þarna og Derek keyrir alla leið. En var erfitt þarna. Verður smá darraðadans en Skallagrímsmenn koma hér. Náðu boltanum lokum og koma hér upp. Eyjólfur fyrir utan. Smellir hún niður en frákasti endar hjá Mána og hann bara lætur vaða. Hittir ekki. Skagamenn taka frákasti. Áskell á Ármann í horninu. Hittir ekki. Og hér brýtur Ármann á Zach Carter. Inn á í lið Skallagríms kominn leikmaður nr. 8 Davíð Guðmundsson og í lið Skagamanna mættur Jóhannes Valur Hafsteinsson nr. 21 fyrrnefndur Davíð var hér að smella 3 stiga skoti í grímuna á Skagamönnum. Áskell lyfti sér upp, ætlaði að svara í sömu mynt en hitti ekki. Hér sóknarvilla dæmd á Skallagrím. Bjarni verið útaf fyrir Fleik í liði Skallagríms og Skagamenn koma hér upp með boltan. Skagamenn leika sín í millum. Þarna átti Derek Sjás erfitt skot undir körfunni en reis upp og náði frákastinu sjálfur og krækti í ferð á vítalínuna. Siggi Rúnar að fara útaf fyrir Jón Orra í liði IA og næsta dagskrá eru 2 vítaskot frá Derek Sjás. Þau eru ekki uppmála í fyrra vítinu. Og ekkert annað í því síðara. Þeir leikaðir sín í millum Skallagrímsmenn. Eyjólfur rís bara upp og smellir 3 stiga körfu niður. Fann ekki samherja og hvað gerir maður þá? Maður lætur bara vaða. Áskell með boltan fyrir Skagamenn. Jón Orri á olnboganum. Fleik aðgangsharður. Derek snýr hér. Og Jóhannes að setja 2 stig. Máni finnur Fleik, Eyjólfur. Máni aleinn í horninu en of stuttur. Jón Orri undir körfunni, nær frákastinu og svo einu ferðin enn. Ákveðin þarna Jón Orri undir körfunni og uppsker sitt kort vítaskoti. Skipting hjá Skagamönnum. Axel kemur inn á fyrir Ármann. Jón Orri fyrir að víti fyrir niður. Ekkert annað. 2 stig að vítalínunni frá Jóni. Hér keyrir Davíð á körfuna en
Þetta enda með því að boltinn fyrir út á og Skagamenn eiga innkasti. Mér ljóðist að greina frá því áðan að Hjalti Ásberg er kominn inn á í lið Skallagríms. Hann er númer 14. En Borgnesingar gera aðra breytingu. Zach Carter er kominn inn á fyrir EO. Axel með boltan fyrir Skagamenn. Jóhannes Áskell lappar alla leið. Vel gert hjá Áskelli. Bara hlaupa á hringinn. Davíð upp í langt tryggjastega skot og það er bara ekkert nema net. Og Zach hérna að hirða boltan af Axel sem að og bæta 2 stigum á töfluna. Hápressa hjá Skallagrimi. Hjalti pressar á Zach Derrick afsakið. Áskell finnur. Vildu nú meina að það hafi verið brotið á sig þarna. Jón Orri hirðir frákasti og er að fara á vítalínuna. Jón Orri að reynast erfiður Borgnesingum þessi augnablikin. Þau gera breytingu, Máni fyrir út á og Bjarni Guma kemur inn á. Hitt er ekki úr fyrra vítinu Jón Orri. Óheppinn að rúlaði þarna á hringnum. Seinna vítið fer beinustu leið ofan í. Þá komu Borgnesingar. Fleik í horninu. Hitta ekki úr þriggjastiga skotinu. Það var Davíð sem átti það. Skallagrímsmenn rísi upp í frákastið en ná ekki að halda boltanum inn á. Afsakið. Það geysist Axel upp með boltan. Kría. En þarna óheppinn að misti aðeins einbeitinguna. Axel Zach sló í boltan og Axel ætlaði að ná honum en misti hann út af. Þriðji leikhluti er að renna sitt skeið á enda. Hér kemur Hjalti en hittir ekki. Jón Orri geysist upp með boltan og finnur Derrick sem að skora 2 stig hér í þann mund sem að þriðji leikhluti klárast. Skagamenn hafa aðeins náð að kroppa af fórskoti Skallagríms en þó ekki stórlega. Borgnesingar leiða með 16 stigum. Hafa 81 á móti 65 stigum Skagamanna. Og hér fara þjálfararnir Jón Þór Þurðarsson, þjálfari IA og Finnur Jónsson, þjálfari Skallagríms yfir málin með sínum mönnum fyrir loka fjórðunginn. Hann kemur hér eftir örstutta stund. Jæja, áhorfendur góðir, þá er fjórði leikhluti að hefjast í leik IA og Skallagríms á Vesturgötunni. Við erum að senda út hér á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi. Borgnesingar hafa boltan.
og þeir leiða einmitt með 16 stigum. Hjalti, Bjarni finnur Sakk og þeir fara upp í 3 stiga skot. Var þetta ekki Davíð? Sýndist það sem að setti það niður. Derek Sjárs og Axel eftir á Derek. Hann ræðst á körfuna, vel gert hjá Derek en hittir ekki. Vildi fá eitthvað fyrir sinn snúður en fékk ekkert slíkt. Hér geisti Sakk Carter upp völlinn og Axel ætlaði að verja skotið en braut á honum og fékk smá byltu í leiðinni. Tvö vítaskot á leiðinni frá Sakk Carter. Hér eiga þeir eitthvað vandala við dómarana Skagamenn. Þetta hefur þótt óljótt brot og hann fær að taka hér vítaskotu einn á auðum sjó en það hjálpaði hann nú ekki. En seinna víti setur Sakk Carter. Og Borgnesingar fá boltan. Galopinn Hjalti en Skagamenn rífa frákasti niður. Það gerði Derek Sjárs og hann geysist hér upp völlinn. Að galopinn þarna kæruleysisleg sending frá Derek og Jón Orri allavega þarna aldeilis að ná boltanum. Hjalti hitt ekki en Bjarni Guðmann Jónsson kom aðvífandi og greip frákasti og sendi boltan onni. Hér er bleyta á gólfinu. Moppan mætt á völlinn. Þá getur leikurinn hafist að nýju. Stefán Kaprasíus Garðarsson kominn inn á lið Skagamanna nr. 0. Jón Orri finnur hér Axel. Kemur sér í smá vandræði og þarf að skjóta aftur fyrir sinn, hitta ekki. Bjarni Guðmann, Hjalta, Fleik. Láta boltan ganga vel. Skallagrísmenn. Davíð fekk galopið skot í horninu en hitti ekki. Áskell og Stefán. Axel. Áskell opinn. Fekk ágætið skot fyrir utan en hitti ekki. Davíð á Bjarna. Einfalt. Auðvelt. Hér vildu Borgnesingar fá sóknarvill en fá ekki. Axel galopinn í horninu en hittir ekki. Líklega bara of dauðafrýr. Davíð upp í svoleiðis galopið 3 stiga skot. Hann klúrar ekki svona skoti tvisvar í röð. Það mistu Skagamenn aðeins einbeitingun í vörninni. Fleik sækir að Jón Orri, hann misti boltan aðeins úr höndunum á sér en Áskell fær hann. 7 sekundur eftir á skotklukkunni og Áskell keyrir á körfuna. Ætlaði að finna Jón Orra en þeir eru margir þarna Borgnesingarnir undir körfunni. Davíð aftur galopinn fyrir utan, hittir ekki núna. Þeir eru ófeimnir við að kasta boltanum langt að Skallagrísmenn núna. Jón Orri bakkar á Bjarna. Ætlaði að finna þarna Jóhannes en hann virtist ekki alveg tilbúinn að fá þessu sendingu. Sakk Carter í galopi skot, hittir ekki. Frákastið endar hjá Skagamönnum.
Áskell kemur hér upp með boltan. Axel. Hjalti til varnar. Áskell niður á blokkinni, lyftir sér yfir. Snýr og skýtur yfir Sakk en hittir ekki. Bjarni hér undir körfunni. Vildi nú fá einhvað þarna en fékk ekki. Og Skagamenn eiga bara boltan. Það eru breytingar í undirbúningi hjá báðum liðum. Pálmi að koma inn á í lið Skagamanna. Sem og Ármann. Borgnesingar gerðu einnig breytingar á sínu liði. Kristófer, Eyja og Máni eru komnir inn á. Og hér fer Axel bara alla leið. Tvö stig. En Skallagrímur leiðir með 25 stigum. Eyjólfur upp í þrist fyrir utan. Hann er stuttur og Derek Sjálf tekur þetta frákast. Hér fær Axel opiskot fyrir utan en hittir ekki. Aðeins ofstuttur þarna. Og Eyjólfur stýrir hér sóknarleik Skallagríms. Og það er Davíð sem er galopinn í horninu. Þakkar pent fyrir sig með því að láta boltan sleikja botninn á netinu. Það er Leikli og gestirnir úr Borgarnesi leiða nokkuð afgerandi með 28 stigum þegar að rétt rúmar 5 mínútur eru á leikklukkunni. Þeir hafa 95 stig, Skagamenn 67. Það var á brattan að sækja hjá Skagamönnum hér í síðari hálfleik eftir að hafa verið 20 stiga munur á liðunum í hlénu en Skallagrímsmenn hafa bara haldið uppteknum hætti frá því í fyrirhluta leiksins og ætla bara að keyra þetta áfram og vinna stórt. Arnar Smári er kominn inn á fyrir Skallagrím númer 33 en Skagamenn keyra hér upp í sók. Derek finnur Björn Steinar sem er kominn inn á fyrir Ía og hann skorur auðveld 2 stig. Arnar kastar boltanum frá sér og Derek Sjálfs keyrir upp í hraðaðarplöp. Tekur þarna smá Eurostep fram hjá Mána en hittir ekki. Davíð opinn fyrir utan. Þeir eru ófeimnir við að skjóta þriggjastigaskotum úr hraðaðarplöpunum. Borgnesingar. Ármann beint upp í þrist. Derek fer hér bara alla leið. Sækir villu og vítaskott. Það hefur aðeins botnin er dottinn svona. Það er skyndilega þagnaði allt hér í íþróttahúsinu á Vesturgötu. Úrslit leiksins eru svo sem ráðin þegar að Derek setur hér niður tvö vítaskott. Það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að Skagamenn fái eitthvað út úr þessum leik. Það eru 4:20 eftir og Skallagrím er 24 stigum yfir. Kristófer keyrir hér alla leið.
tekur frákastið sitt sjálfur og skorar. Ármann Björn, hann snýrst þarna Stefán og Máni brýtur á honum. Stefán á leiðin á vítalínuna í fyrsta sinn í leiknum. Hittir ekki, óheppinn þarna, boltinn fer inn og út hjá Stefáni. Og seinna vítið of stutt. Að lokum ná Borgnesingar boltanum. Eyjó kemur upp með hann. Hann stjórnar hér leiks sinna manna. Fer alla leið og sækir villu. Fær vítið að auki. Búinn að eiga flottan leik Eyjólfur. Davíð kemur á velli og inn á í hans stað kemur í lið Skallagríms leikmaður nr. 5 sumarliði Páll Sigurbergsson. Eyjólfur hittir ekki úr vítinu en þarna voru menn bráðir á sér að hlaupa eftir frákastinu og því þarf að endurtaka vítaskoti. Langt síðan maður hefur séð svona. Eyjólfur hittir núna og þar með er Skallagrímur kominn með 3 stafa tölu á töfluna, 100 stig. Þeir leiða leikinn með 29 stigum þegar það eru innan við 4 mínútur eftir. Þeir brýtur Kristófer á Derek, þeir eru ákveðnir, grimmir í hápressinu Skallagrímsmenn þó að lítið sér eftir er ekkert að slaka á. Leikmaður nr. 6, Atli Steinar er sömuleiðis kominn inn á í lið Skallagríms. Og hér kemur Hjalti aftur inn á. Kristófer fer út af. Leikurinn getur hafist að nýju. Derek keyrir hér hratt upp, finnur Jón Frímanns sem er þolinmóður og skorar. Hér eru það Borgnesingar, Máni niður á blokkinni, bakkar á Derek og bara skorar. Mikil fögnuð Borgnesinga. Derek færði sér þarna frá, ætlaði svona að kippa stólnum undan honum eins og stundum er sagt en Máni skoraði. Derek fer upp í skot sem að hittir ekki úr. Skallagrímsmenn kasta boltanum fram og eru ekkert að flýta sér. Þarna ætlaði Atli að vera aðeins ofsniður en kastaði boltanum bara út á. Þeir slaka ekkert á hápressunni Borgnesingar. Derek kemur hér upp með boltan fyrir Ía. Sækir villu. Hún er á Atla. Það er bónus. Derek fyrir leiðin á vítalínuna. Setur fyrravítið onni. Og seinna fer rakleiðis ofan í líka. Borgnesingar sækja hratt hér í lokin. Arnar
Arnar fær hann aftur í horninu, hann var nú með tárna á línunni en þetta fór nú ekki onni. Atli tekur frákastið og fór alla leið út fyrir teig. Hér snýr Máni, hittir ekki en Hjalti grípur boltan og smellir hún í spjaldið onni. Skagamenn sækja og þeir hirða boltana. Derek Borgnesingar. Skallagrímsmenn leika hér auðvitað sín í millum. Arnar setur hann í spjaldið og hann í hraðahlaupinu. Þetta eru auðveldar körfur. Skallagrímsmenn hafa fengið nokkra svoleiðis í leiknum. Pálmi við það að missa boltan frá sér. Nær honum þó aftur og hérna er virkilega náði Atli að stela boltanum af Derek í þann mynd sem hann féll í jörðina. Borgnesingar syngja á pöllunum. Áskell er kominn inn á fyrir Derek. Einu og hálf mínúta núna rétt rúmi eftir að leiknum. Máni upp í 3 stiga skot. Það er beint onni. Hér fór skotklukkan ekki af stað á tilsettum tíma. Sýnist mér að dómarinn sé að gefa merki það. 21 sekúndur skal að vera. Axel kemur með boltan upp fyrir Skagamenn. Og Skagamenn skjóta. Pálmi lét ríða að 2 stiga skotin, hitti ekki. Sumarliði galopin í horninu en ólangur. Björnsteinar kemur með boltan upp fyrir Fría. Axel. Þarna var Hjalti og ákafur, ætlaði að stela boltanum en braut á bitni og hann er á leiðinni á vítalínuna. Bæði vítaskotin fóru sömu leið hjá Bitni og hér koma Skallagrímsmenn. Máni fyrir aftan bakið út á Atla en hann hittir ekki. Skemmtilegt hjá Mána en ekkert ára þessu. Jón Frímanns, Axel, Áskell snýr hér á þá. Fín hreyfing hjá Áskell en hittir ekki. Skallagrímsmenn sækja en Skagamenn setja fótinn út og það er ekki nema 12 sekúndur á klukkunni tæpar og leikurinn hér að renna út í sandinn. Þeir ætla bara að dribla og leyfa leiknum að líða. Skallagrímur að sigra ÍA örugglega í Íþróttahúsinu á Vesturgötu á Akranesi. 109-77. Borgnesingar eru vel að þessum sigri komnir. Þeir voru bara sterkari í allan leikinn. Það verður bara að viðurkennast. Kæri gestir, ég vil þakka ykkurlega fyrir komuna á Vesturgötunni í kvöld og minnir fyrir á næsta heimaleiki sem er til
eins og Örn sagði hér þá er næsti leikur ÍA hér á heimavelli 10. nóvember gegn toppliði Breiðabliks, en með sigrunum þá jafnaði Skallagrímur Breiðablik á toppi deildarinnar einmitt með 8 stig úr fyrstu 4 leikjum vetrarins. Þeir að fara vel af stað en Skagamenn hafa tapað fyrstu 4 í deildinni. Þeim 3 sem á undan þessum voru spilaðir töpuðu þeir naumlega, en hér mættu þeir ofjörlum sínum í Skallagrími. Við hér á ÍA TV sem sendum út í samstarfi við Omnis þökkum bara kærlega fyrir okkur og vonumst til að sjá ykkur í næsta leik. Takk fyrir mig.